Tekið fyrir annað dagskrármálið sérstök umræða skýrslu starfshóps eignir Íslendinga á aflandssvæðum og tekjutap hins opinbera. Málshefjandi hv. þingmaður Katrín Jakobsdóttir. Hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Benedikt Jóhannesson verður til andsvara. Hefst nú umræðan. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Katrín Jakobsdóttir. Frú forseti, ég hef óskað eftir þessari umræðu við hæstv. fjármálaráðherra til að ræða skýrslu starfshóps aflandsfélög í skattaskjólum, fræga skýrslu sem var tilbúin í haust en ekki birt fyrr en núna nýlega. Efnahags- og viðskiptanefnd fékk kynningu á skýrslunni þar sem margt fróðlegt kom fram. En í raun má líka segja að skýrslan sjálf kannski veki fleiri spurningar en hún svarar og mér finnst mjög mikilvægt í ljósi þess hversu alvarleg mál hér að ræða að hæstv. fjármálaráðherra kynni fyrir okkur sína sýn á til hvaða aðgerða hann hyggst grípa í kjölfar þessarar skýrslu. Ég þarf ekki að fjölyrða hér hin neikvæðu áhrif sem aflandsvæðingin hefur haft, ekki bara á Íslandi heldur á vestræn samfélög almennt. Það kemur nú raunar ágætlega fram og orðað ágætlega í skýrslunni, með leyfi forseta, þar sem segir skýrt: þannig ljóst að fjármagnsflótti til lágskattasvæða stuðlar með almennum hætti að vaxandi ójöfnuði og grefur undan velferðarsamfélaginu þegar annaðhvort eða bæði kemur til. Lág- og millitekjuhópar þurfa að axla meiri skattbyrðar en ella væri til að bæta upp tekjutap hins opinbera eða það fjarar undan almannaþjónustunni. Það kemur líka fram að einmitt auðlegð þeirra ríkustu vex hraðar en ella án skattlagningar, eignast að lægri- og meðaltekjuhópar rýrnar hlutfallslega við þessar aðstæður. Þannig uxu eignir vel stæðra einstaklinga í einkabankaþjónustu 7% af verðmæti á árinu 2014 á meðan hagvöxtur á heimsvísu var aðeins helmingur af því eða 3,4%. Þetta nákvæmlega það sem hagfræðingar heimsins í dag eru við að eiga, það að auðlegð þeirra ríkustu eykst langt umfram hagvöxt og það hefur óhjákvæmilega þau áhrif að ójöfnuður eykst og við erum að fá æ fleiri rannsóknir sem sýna að ójöfnuður ekki bara vandamál fyrir þá sem lenda í honum, þar sem að lenda neðst í ójöfnuðinum, hann vandamál fyrir samfélögin í heild. Út frá þessum sjónarmiðum, þar að það grafið undan almannaþjónustunni, hagvöxtur jafnvel minnkar í þessum samfélögum o.s.frv. Og þess vegna þarf að taka á þessari meinsemd sem aflandsfélögin eru. Það kemur fram í skýrslunni þar sem eru metnar í raun og veru reynt að leggja mat á 3 aðferðir til þess að skjóta fé undan með þessum hætti. Það sem við í gegnum milliverðlagningu, í gegnum eignastýringu erlendis og í gegnum óskráðar fjármagnstilfærslur. Og það slegið á það mati að líklegasta matið á upphæðum erlendis sé það bil 580 milljarðar. Það hefur hliðstæð rannsókn staðið yfir í Danmörku en það enn beðið eftir niðurstöðum hennar en samkvæmt vísbendingum sem íslenski starfshópurinn fékk íslenska talan ferfalt hærri á hvert mannsbarn á Íslandi en sú tala sem danska rannsóknin leiddi í ljós. Þannig að sérstaða Íslands mikil í þessu sambandi en þó ber þess að geta að í dönsku rannsókninni líka verið að skoða það sem við köllum þunna eiginfjármögnun, þar að segja umsvif fjölþjóðlegra stórfyrirtækja og hvernig þau skjóta fjármunum undan til lágskattasvæða. Það sem kemur fram að fyrir hrun gáfu íslensk skattalög miklu meira svigrúm en annað til flutnings eigna á lögsögunni og eftirfylgni og gagnaskráning á þessu sviði hélt ekki yfir hraðan vöxt fjármagnsflutninga og það bent á það til að mynda að CFC-löggjöfin ekki innleidd hér fyrr en 2011. Hún innleidd mun fyrr á Norðurlöndunum, raunar á 7. áratug í Bandaríkjunum en 2004 annars staðar á Norðurlöndum. Það líka sú niðurstaða sem við getum dregið að íslensk löggjöf, íslenskt stjórnkerfi var hreint ekki búið undir fjármálavæðingu samfélagsins. Og það sem mig langar að spyrja hæstv. ráðherra því það kemur ítrekað fram í skýrslunni að tími starfshópsins hafi verið skammur og það þurfa að ráðast í frekari rannsóknir til að fá í raun og veru skýrari mynd af aflandsvæðingunni. Og mig langar að spyrja hæstv. ráðherra, hyggst hann gera það? Hyggst hann láta skoða þetta betur þannig til að mynda við getum fengið samanburðarhæfa rannsókn í það sem tíðkast annars staðar á Norðurlöndum? Annað sem kemur fram að það vantar ítrekað í þessari rannsókn gögn til þess að geta í raun og veru dregið eðlilegar ályktanir
Þannig að eftirliti og gagnaskráning á þessu sviði, hún var ófullnægjandi. Og hvað hyggst hæstv. Ráðherra gera til þess að tryggja að sú verði ekki raunin þegar hér verður til dæmis losað fjármagnshöft og við getum farið að horfa upp á sambærilega þróun þó að auðvitað verður hún aldrei eins og hún var fyrir hrun, því þetta finnur sér alltaf nýjar leiðir, þessi tilhneiging. En hvað ætlar hæstv. Ráðherra til að gera til að tryggja innviðirnir geti tekist á við þetta? Og í síðasta lagi langar mig að spyrja framtíðarsýn hæstv. Ráðherra. Hvernig hyggst hæstv. Ráðherra gera þetta mál, sem vissulega er komið inn á í stjórnarsáttmála, að því forgangsmáli í stjórnsýslunni sem það þarf að vera til að hægt sé að takast á við þetta, því við vitum vel að þeir sem eru að fara með fjármuni úr landi, oftast eru þetta aðilar sem hafa herlögfræðinga til þess að fela sína slóð. Þá tekur til máls hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Benedikt Jóhannesson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Katrínu Jakobsdóttur fyrir þessa fyrirspurn og fyrir að vekja athygli á þessari afar mikilvægu skýrslu sem unnin var síðastliðið haust. Þessi skýrsla hefur orðið til þess að ég hef viljað grípa til víðtækra ráðstafana. Ég hef viljað undirbúa þær ráðstafanir vel og það mun koma fram í svari mínu. Þingmaðurinn hv. spyr hvaða frekari rannsóknir ætlunin að leggjast í til að kortleggja þann vanda sem aflandsfélög Íslendinga í skattaskjólum er. Og í skýrslu starfshópsins eignir Íslendinga á aflandssvæðum eru lokaorðin þessi: ljóst er að þær tölur sem hér eru kynntar eru einungis bráðabirgðaniðurstöður og munu ítarlegri greiningar er þörf áður en fullur skilningur skapast á þeirri óvissu sem þetta efni ríkir, svo ekki sé talað að óyggjandi niðurstöðu fáist. Ég reikna með að þessi lokaorð séu tilefni fyrirspurnarinnar og frekari rannsóknir myndu án efa skýra þessa mynd betur, gefa nákvæmari tölur og þá myndum við sjá betur einstaka efnisþætti sem hægt væri að greina frekar og í það verður ráðist. Hins vegar er skýrslan og niðurstöður hennar með öllum sínum óvissu þáttum verðmætt innlegg til þess að grípa til aðgerða á hinum ýmsu sviðum án þess að frekari gerninga sé þörf. Sameiginleg sýn, stefnumótun og framkvæmd jafnt milli stofnana innan skattkerfisins og utan þess með aðkomu viðeigandi ráðuneyta þar sem til þarf munu ganga í það verk innan tafar. Aðrir efnisþættir skýrslunnar eru hins vegar eins og fyrr segir kalla á frekari spurningar og rannsóknir áður en ákvörðun verður tekin aðgerðir. Ég vil hins vegar taka það sérstaklega fram að margt af því sem í skýrslunni kemur fram er háð mikilli óvissu og við munum aldrei geta svarað það með fullkominni vissu hvert umfang þessara undanskota er og hver stór hluti af þessum fjármunum hefur í raun og veru verið talinn fram vegna þess að við vitum einungis þann hluta af svarinu, við vitum hvað var talið fram en við vitum ekki það sem ekki var talið fram þó að menn reyna að nálgast það með þeim hætti sem í skýrslunni er gert. Í öðru lagi spyr hv. þingmaður til hvaða aðgerða verði gripið til að bæta skattframkvæmd og skatteftirlit. Ég hef nú þegar heimsótt 3 stofnanir sem annast almenna skattframkvæmd á mínum fyrstu dögum í ráðuneytinu. Ég hef farið til ríkisskattstjóra sem annast álagningu opinberra gjalda og skatteftirlit, skattrannsóknarstjóra sem fer með skattarannsóknir og tollstjóra sem fer með innheimtu opinberra gjalda. Að mínu viti er þetta nauðsynlegur undanfari þess að gera frekari úrbætur á skattkerfinu. Ég mun fylgja þessum heimsóknum eftir með bréfi til allra stofnanna þar sem lýst verður nánar stefnuyfirlýsingu stjórnvalda það hvernig við hyggjumst vinna að samstilltu átaki og fá tillögur stofnananna þar. Það er mjög mikilvægt að þær ræki
sín lögbundnu verkefni í samræmi við markmið stjórnarsáttmálans að skattaeftirlit verði eflt og unnið markvisst gegn skattundanskotum, þar með talið skattaskjólum. Í þessu sambandi þá er rétt að vekja líka athygli á tillögum samráðsvettvangs aukna hagsæld að einfalda skattkerfið og stuðla að hagkvæmari tekjuöflun ríkissjóðs. Þær tillögur eru nú þegar í virkri skoðun hjá sérfræðingum ráðuneytisins. Og síðasta lagi þá var spurt hvort ráðherrann teldi þetta vera forgangsmál að efla þetta og ég get svarað því að þetta er forgangsmál. Það er forgangsmál að vinna gegn skattundanskotum, vinna gegn skattaskjólum, vinna gegn svarta hagkerfinu. Ég tel að innviðir stjórnkerfisins séu nægilega sterkir til þess og fjármálaráðuneyti mun undir minni stjórn efla það skattaeftirlit sem verið hefur og vinna gegn þessari óværu með öllum þeim krafti sem mögulegur er. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Frú forseti, ég þakka fyrir þessa umræðu. Þetta er mjög gott mál að við séum að ræða þessa skýrslu, enda skýrslan sjálf góð. En töluvert eignarhald Íslendinga í skattaskjólum er verulegt áhyggjuefni sem skýrslan byrjar að láta glitta í. Og í skýrslunni er reynt að nálgast einhvers konar mat á umfangi eigna í skattaskjólum og fjárhæðirnar sem gæti hafa verið skotið undan með ólögmætri milliverðlagningu, með eignastýringu og óskráðum fjármagnstilfærslum. En skattaskjól eru ekki séríslenskt vandamál og það er nokkuð ljóst að þau muni ekki upprætast nema með víðtækri alþjóðlegri samvinnu. Ætlað er að minnst 130 milljarðar dollara hverfi úr þróunarlöndum ofan í skattaskjóla hverju ári. Þannig að ætla má að uppræting skattaskjóla sé hagsmunamál fyrir fleiri heldur en Íslendinga. Lönd heimsins í dag eru öll ýmist skattaskjól, stuðningsríki skattaskjóla eða eru hlutlaus gagnvart þeim. En mér þykir full ástæða til að Ísland marki sér þá sérstöðu að veita skattaskjólum viðspyrnu með löggjöf sem dregur úr gagnsemi þeirra. Þetta eru eðlileg skipti því það á ekki að þykja sjálfsagt að stunda viðskipti í löndum sem með sinni utanríkisstefnu sem þetta eru að grafa undan getu annarra ríkja til þess að viðhalda sínum innviðum. Þekkt er að ein helsta ástæða þess að skattaskjól og aflandsfélög hafa náð að þrífast þeir ógagnsæi og leynd eignarhald fyrirtækja. Þannig að mig langar að spyrja fjármála- og efnahagsráðherra hvort ekki standi til að bregðast við skýrslu aflandseignir Íslendinga með því að taka upp löggjöf sem vinnur beinlínis gegn skattaskjólum, meðal annars með því að opna fyrirtækjaskrá, ársreikningsskrá og hluthafaskrár fyrirtækja upp á gátt. Og þess má geta að þetta hefur verið gert í Bretlandi með ágætis árangri nýlega, en þá kom meðal annars í ljós að hinn 21 árs gamla Gabrielle Southern í stjórnum minnst 759 fyrirtækja og hinn áttræða Barbara Kahan hefur verið í stjórnum 44.864 fyrirtækja. Þetta þykir mér nokkuð merkilegt og það er ýmislegt áhugavert sem kemur upp úr grafsinu þegar gögn eru opnuð. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti. Umrædd skýrsla var tekin fyrir hjá efnahags- og viðskiptanefnd og þar kom berlega í ljós að hún er eiginlega ekki tilbúin, eða fullbúin skulum við segja. Hún segir okkur lítið hvað er raunverulega skattsvik, hvað er stór hluti fjárins þar sem bara er verið að leita að skattahagræði. Og það kom fram hjá formanni starfshópsins að það þyrfti að fara í frekari greiningarvinnu og afla frekari gagna sem ég tel rétt að ríkisstjórnin beiti sér fyrir að haldið verði áfram þannig að menn geti áttað sig á því hvað raunverulegt tekjutap, það er að segja tekjutap af skattsvikum og menn megi ekki grauta öllu saman í þessari umræðu
Það er að segja það sem ekki er talið fram. Við vitum auðvitað að það er eitthvað. Við vitum að það var vandamál. Nú er hins vegar staðan orðin sú að með frekari upplýsingaskyldusamningnum og breyttri löggjöf frá 2011 að það er í sjálfu sér ekki lengur hagkvæmt að vera með fé bundið í þessum svokölluðu aflandssvæðum. Þannig að ég er ekki viss að vandamálið í framtíðinni sé svo mikið. Ég held að sé í raun og veru kannski minna og minni fjármunir heldur en eru einfaldlega bara í bankahólfum hér eða bara undir koddanum. En engu að síður er rétt að fá þetta nokkurn veginn á hreint þannig að við getum, stofnanir okkar, skattstjórar geti metið hvort það þurfi hugsanlega breytta löggjöf og hvað þarf raunverulega að gera til að uppræta svarta starfsemi. Það snýst málið, svört starfsemi, hún fer fram víða og víðar en á aflandssvæðinu. Þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Elsa Lára Arnardóttir. Hæstv. Forseti. Ég vil byrja að þakka hv. þingmanni Katrínu Jakobsdóttur fyrir að hefja þessa mikilvægu umræðu. Og það er áhugavert að hlusta á það sem málshefjandi og hæstv. ráðherra hafa fram að færa. Í umræddri skýrslu, það er eignir Íslendinga á aflandssvæðum, kemur meðal annars fram að miðlun upplýsinga fjármagnsflæði inn og út úr landinu, til dæmis aflandskrónur sem fluttar hafa verið til landsins og eins þátttaka í fjárfestingarleið Seðlabankans ekki til staðar. Jafnframt kemur það fram í skýrslunni að skattyfirvöldum hefur ekki verið gert viðvart af hálfu Seðlabankans þegar grunsamlegar fjármagnstilfærslur er að ræða. Fyrir stuttu síðan fór fram opinn fundur í hv. efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis og þar sem hann var opinn þá get ég sagt að ég spurði út í atriði tengt þessu á fundi nefndarinnar og ég spyr hæstv. fjármálaráðherra þess sama og það er hvort honum finnist nauðsynlegt að bæta þurfi samstarf milli Seðlabanka og skattyfirvalda miðlun upplýsinga milli þessara stofnana. Nú er það svo að skiptar skoðanir á milli þessara stofnana og kom það fram á þessum opna fundi og varðar það þetta eftirlit. En núna eiga viðskiptabankarnir að hafa eftirlit með fjármagnsflutningum úr landi og tilkynna Seðlabankanum slíkt. En telur hæstv. fjármálaráðherra að það eftirlit sé nægt eða ætlar hann að beita sér fyrir því að það verði eflt? Ég ætla jafnframt að spyrja hæstv. fjármálaráðherra hvort að upplýsingar séu til hvaða aðilar það voru sem fluttu út fjármagn í aðdraganda hrunsins, annaðhvort í skattaskjól eða til að takmarka áhættu sína að einhverju leyti og nýttu sér jafnframt fjárfestingarleið Seðlabankans, svokallaða afsláttarleið, og hvort það sé eitthvað samhengi milli þessara hópa eða hvort sömu aðila hafi verið að ræða. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Frú forseti. Ég vil byrja á því að þakka málshefjanda og hæstv. ráðherra fyrir þessa sérstöku umræðu. Engin sátt getur verið feluleik og siðleysi sem fylgir skattaskjólum og ég fagna orðum hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra sem hann lét falla í ræðu í gær að fara eigi gegn skattaskjólum og skattsvikum af fullri hörku og nú áðan að málið væri forgangsmál hjá ríkisstjórninni. Eins ógeðfelldar og upplýsingarnar voru sem fylgdu Panama-skjölunum og hve sláandi það var að sjá að svo margir Íslendingar notfæru sér skattaskjól, hve margir Íslendingar nýttu sér gallað regluverk og veikt eftirlit til að velta byrðum yfir á aðra og fela peninga sína fyrir skattinum, þá fylgdi þeim líka gagnleg umræða skattamál. Fleiri veltu því fyrir sér hvað skattsvik hefðu í raun í för með sér á þjónustu ríkisins við þá sem þurfa á þjónustunni að halda, á heilbrigðisþjónustuna og skólana, löggæsluna, vegina, sjúkraflutninga, svo dæmi séu tekin. Mikilvægi réttlátra skatta og allir taki þátt í uppbyggingu velferðarsamfélagsins komst á dagskrá í almennri umræðu. Í skýrslunni eignir Íslendinga á aflandssvæðum er bent á að stjórnvöld þurfi að horfast í augu við það að skilgreining, utanumhald og eftirfylgni með söfnun gagna er vinnuaflsfrek starfsemi og kostnaður hafi hingað til verið hrapallega vanmetinn. Nefnt er að ársreikningaskrá og peningaþvættisskrifstofa hafi mátt sæta ámælum fyrir ófullnægjandi vinnubrögð vegna þessa.
Við jafnaðarmenn höfum lagt á það áherslu í þessu sambandi að tryggja þurfi mannafla til að sinna eftirliti og rannsóknum á sviði skattamála. Það á við um ríkisskattstjóra en einnig um skattrannsóknarstjóra. Í umræðu á síðasta þingi lögðum við m.a. til að sett yrði almennt ákvæði í skattalöggjöf sem gæfi skattyfirvöldum heimild til að kaupa hvers konar gögn sem upplýst gætu skattsvik. Það hefði fælingarmátt í för með sér. Við fluttum líka þingsályktunartillögu að fela ríkisstjórninni að beita sér fyrir alþjóðlegum viðskiptaþvingunum gagnvart lágskattaríkjum og ég mun fjalla þá tillögu í seinni ræðu minni. Þá tekur til máls hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka umræðuna þessa skýrslu starfshóps eignir Íslendinga og tekjutap hins opinbera. Þetta skýrslan sem, eins og alþjóðakunnugt var búin að vera tilbúin frá því í byrjun október og kom þá fyrir augu þáverandi fjármálaráðherra og núverandi forsætisráðherra sem ákvað að það væri öllum fyrir bestu að bíða með birtingu skýrslunnar. Sú ákvörðun var í besta falli mistök og í versta falli tilraun til að hylma yfir umræðum aflandsfélög, eignir Íslendinga í þeim og þar með hylma yfir umræðum Panama-skjölin og þátt ráðherrans í þeim. Innihald skýrslunnar er sláandi og niðurdrepandi. Samkvæmt niðurstöðum starfshópsins má áætla að í lok ársins 2015 hafi uppsafnað umfang eigna og umsvifa Íslendinga á aflandssvæðum frá árinu 1990 legið á bilinu 350 til 810 milljarða króna. Þá telur starfshópurinn að mögulegt tekjutap hins opinbera vegna vantalinna eigna hér á landi geti numið allt frá 2,8 til 6,5 milljarða króna árlega. Það má vel hugsa sér hversu mikið hefði verið hægt að gera fyrir þessar upphæðir sem gagnast hefðu menntakerfinu, heilbrigðiskerfinu, velferðarkerfinu, samgöngum og öðrum þjóðþrifamálum okkar allra. En þessir gjörningar áttu sér ekki stað eingöngu fyrir hrun. Skattframtöl Íslendinga á árunum 2000 til 2015 leiddu í ljós að framtaldar fjármagnstekjur sem má rekja til aflandsfélaga nema rúmum 30 milljörðum króna á þessu tímabili. Til viðbótar við það eru upplýsingar að aðilar hafi selt og innleyst söluhagnað af aflandsfélögum fyrir hátt í 10 milljarða, alls 40 milljarðar á árunum 2000 til 2015. Í skýrslunni kemur margsins fram að flestar rannsóknir af þessu tagi taki mörg ár en ekki nokkrar vikur og mun ítarlegri greiningar sé þörf. Mig langar að heyra enn skýrar af hálfu hæstv. Fjármálaráðherra hvernig hann hyggst beita sér fyrir því að rannsaka enn frekar þennan svarta blett á íslenskri fjármála og hagsögu til að freista þess að fá nánari upplýsingar yfir umfang aflandsfélaga og tap hins opinbera með það að markmiði að girða fyrir þær glufur og þau svarthol í íslenskum efnahags og að þau myndist hér aftur. Hér talar hæstv. ráðherra heimsóknir til undirstofnana sem sjálfsögð kurteisi nýskipaðs ráðherra. En það er ekki nóg að heimsækja. Það verður að koma fram með tillögur að raunverulegum aðgerðum og ég sakna þess að hann boði ekki beinni aðgerðir hér í sinni ræðu áðan. Þá tekur til máls hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Frú forseti, það er afar mikilvægt að þau mál sem skýrslan fjallar verði tekin föstum tökum sem og baráttan gegn skattsvikum og allri og ekki síður svartri atvinnustarfsemi. Mér þótti hæstv. fjármálaráðherra tala býsna skýrt í umræðum stefnuræðu forsætisráðherra í gær og eins í ræðu sinni hér áðan þegar hann boðaði stríð gegn svarta hagkerfinu og skattaskjólunum. Og það er mjög gott og mikilvægt. Skýrslan sýnir glöggt hve brýnt að regluverk, gagnasöfnun og eftirlit sé ávallt eins og best verður á kosið. Á því hefur verið misbrestur. Innviðirnir sem stuðst er við, gögnin, gagnagrunnarnir og skil gagna eru lykilatriði til þess að hægt sé að fylgjast með fjármagnshreyfingum á milli landa. Og til framtíðar er nauðsynlegt að fylgja fast eftir alþjóðasamstarfi og alþjóðareglum sem varða þessi málefni. Alþjóðlegt samstarf er nauðsynlegt og við verðum að taka fullan þátt í því. Og það er sérstaklega mikilvægt að við fylgjumst með og lærum af löggjöf og starfi eftirlitsstofnana og gagnasöfnunar til dæmis á Norðurlöndunum
og manni dettur alltaf í hug frændur okkar Danir sem við lærum margt gott af. Við þurfum að tryggja að við séum alltaf með á nótunum alla framþróun á þessu sviði en séum ekki alltaf mörgum árum á eftir í viðspyrnu eins og dæmin sýna. Því það bara eitt sem við getum verið algjörlega viss að þeir sem vilja skjóta sér undan skyldum sínum í þessum efnum eru býsna fundvísir á nýjar leiðir til þess. Takk. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Já, frú forseti, fram kemur í skýrslunni að höfundar hafi einfaldlega ekki haft næg gögn til þess að vinna úr og kom fram á fundi efnahags- og viðskiptanefndar að þau hafi heldur ekki haft þann tíma sem að þau hefðu viljað til þess að fullvinna rannsóknina vegna þess að það var ekki svolítið mikið eftir því að skýrslunni yrði skilað. En tímaleysið gæti verið góð ástæða til að nýta skýrsluna sem inngangspunkt fyrir ítarlegri rannsókn á ákveðnum áhersluþáttum og ef til vill frekari samvinnu við önnur lönd til þess að með það markmið að draga úr vægi skattaskjóla. Ítarleg rannsókn gæti til dæmis beinst að því að rannsaka fjárfestingarleið Seðlabanka Íslands sem grunur uppi að hafi verið nýttur í annarlegum tilgangi, til dæmis til þess að magna upp fjármagn sem áður hefði verið skotið út úr skattumdæmi Íslands en sú mögnun hefði verið þá á kostnað hins opinbera. Sömuleiðis vantar ennþá að útskýra vantar að útskýra 400 milljarða króna óútskýrða skekkju í gögnum viðskipta- og fjármagnsjöfnuð hjá Seðlabankanum. Gagnaskorturinn sést einkum á því að Fjármálaeftirlit Lúxemborgar sá ekki ástæðu til þess að deila upplýsingum með Fjármálaeftirliti Íslands sem gætu nýst við rannsóknir á óeðlilegum viðskiptum og skýrslan horfir svolítið mikið til skattaskjólsráðstafana sem áttu sér stað í gegnum Lúxemborg en horfir ekki með beinum hætti til annarra skattaskjóla. Þannig að ég myndi gjarnan vilja beina því til hæstv. Efnahags- og viðskiptaráðherra, fjármála- og efnahagsráðherra að hér gætu farið fram rannsóknir til þess að varpa frekar ljósi á atburðarásina sem leiddi til þess að Íslendingar urðu svona umsvifamiklir skattaskjólsbraskarar fyrir og eftir hrun, stöðumála í Seðlabankanum á þessum tíma og sömuleiðis til þess að hægt sé að útbúa lagasetningu sem kemur í veg fyrir áframhald á þessu. Hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Frú forseti, þetta búið að vera ágætlega gagnleg umræða og menn eru svona að nálgast efnisatriði skýrslunnar. Ég vil þakka málshefjanda en ég vil þakka hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra alveg sérstaklega fyrir hans skýru svör og það er alveg ljóst hvar hjarta hans slær í þessum efnum. Það sem ég held hins vegar að við þurfum að ræða hér á þingi hvaða viðbrögð þessi skýrsla kallar á. Það er alveg ljóst og þar erum við sammála, ég og hv. þingmaður Smári McCarthy, að við þurfum frekari gagnavinnu og við þurfum að auka gagnaskil og gagnasöfnun varðar fjármagnsflutninga. Það liggur fyrir. Myndin sem við höfum mjög takmörkuð og takmörkuð mynd gefur oft villandi mynd. Í öðru lagi kallar hann á það að stofnanir sem fást við skattaeftirlit meti efni skýrslunnar og líklegast rétt að þær stofnanir gefi hinu háa Alþingi sitt mat. Og í þriðja lagi, og það er alveg ljóst, að skýrslan kallar á frekari stefnumótun af hendi stjórnvalda og það þegar í farvatninu, eða sú vinna þegar í farvatninu. Og eitt sem vekur athygli auðvitað mína í þessari skýrslu að allur kaupskipafloti Íslands skráður annars staðar en hér á landi og við ættum nú að velta því fyrir okkur hvernig í ósköpunum getur það gerst og hvað getum við hér á þingi gert til að breyta regluverki og hugsanlega þá skattaumhverfi og öðru til þess að við sjáum hér aftur íslenskan kaupskipaflota skráðan hér á Íslandi. Og í fimmta lagi auðvitað rétt að horfa til
þess sem að nefndin nefnir alveg sérstaklega og það er að endurmeta tvísköttunarsamninga sem eru á milli Íslands og sérstaklega Lúxemborgar og Hollands. Ég vænti þess að hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra kannski hafi tíma til þess að svara hvort að það komi til greina af hans hálfu að endurskoða þessa tvísköttunarsamninga. Þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Eygló Harðardóttir. Virðulegi forseti, ég þakka kærlega fyrir þessa umræðu, frummælanda fyrir beiðnina og hæstv. ráðherra fyrir svörin. Ég verð hins vegar að viðurkenna það að mér finnst svör hæstv. ráðherra vera frekar rýr. Hér er talað um það sem lýst yfir stríði varðandi niðurstöður skýrslunnar. En ég spyr hins vegar hvort að við eigum að líta svo að ef þetta er leiftursóknin, að þá sé heimsóknirnar til þessara ágætu stofnana, skriðdrekahernaðurinn og bréfin þá sprengjuflugvélarnar. Það vakti nefnilega athygli mína að það var verulegur skortur í svörum ráðherrans á aðgerðum sem ráðherrann hyggst grípa til, hugmyndum hans sjálfs aðgerðir. Það er gott og blessað að kalla eftir tillögum frá stofnunum en það hlýtur að vera eðlilegt að óska eftir pólitískri stefnumörkun frá ráðherranum sjálfum. Það getur ekki verið stefna hæstv. ráðherra að hafa enga stefnu. Þannig að ég hvet hæstv. ráðherra til þess að íhuga það hvort að það sé ekki rétt að móta sér stefnu. Ég vil nefna sem dæmi þar sem ráðherrann gæti koma á framfæri sínum hugmyndum varðandi það að tryggja það að það sem gerðist, svokallað aflandsvæðing Íslands, muni aldrei aftur endurtaka sig, að það komi fram til þess í eigendastefnu ríkisins varðandi fjármálafyrirtækin að þetta einfaldlega að þjónusta aflandsfélög samræmist ekki stefnu ráðherrans. Það er líka gott og blessað eins og talað hér samráðsvettvang og aukna hagsæld og aukið skattaeftirlit, en þá hlýtur það að koma þá fram líka í ríkisfjármálaáætlun sem hæstv. ráðherra mun leggja hér fram að setja þá aukna fjármuni til þess að fylgja þessu eftir. Þannig að ég kalla einfaldlega eftir stefnu, aðgerðum sem hægt og við getum stutt við hér í þinginu. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný Harðardóttir. Frú forseti, það skiptir mjög miklu máli að Alþingi sendi skýr skilaboð að við séum tilbúin til að veita ríkisstjórninni heimild til að taka þátt í alþjóðlegum aðgerðum gegn notkun skattaskjóla. Þau skilaboð mættu vera í anda þeirrar þingsályktunartillögu sem Samfylkingin lagði fram á síðasta þingi þar sem Árni Páll Árnason var fyrsti flutningsmaður. Í þeirri tillögu var lagt til að ríkisstjórninni verði falið að beita sig fyrir alþjóðlegum viðskiptaþvingunum gagnvart lágskattaríkjum í þeim tilgangi að sporna við flutningi fjármagns þangað þar sem erfitt getur reynst að afla upplýsinga og skattleggja með eðlilegum hætti þann hagnað og eignir sem til eru hjá félögum sem skráð eru í lágskattaríkjum. Samtök jafnaðarmanna í Evrópu hafa sett fram tillögur að aðgerðum sem hafa það að markmiði að sporna við starfsemi skattaskjóla. Tillögurnar fela meðal annars í sér gerð upplýsingaskiptasamninga milli Evrópusambandsríkja og milli allra ríkja sem hafa gengist undir kvaðir OECD upplýsingaskipti skatta- og fjárhagsmálefni og að þau ríki sem ekki eru tilbúin til að gangast undir slíka samninga og kvaðir verði beitt þvingunum. Þá er lagt til að skylda fjármálafyrirtæki til að skila upplýsingum til skattyfirvalda reikninga í ríkjum utan Evrópusambandsins sem ekki eru tilbúin til að gangast undir slíkar kvaðir eða samninga og að efla gagnsæi og upplýsingagjöf félög sem skráð eru utan Evrópusambandsins en starfa innan svæðisins, t.d. hverjir eru raunverulegir eigendur þeirra. Aðgerðir gegn peningaþvætti verði styrktar að fjölþjóðleg fyrirtæki sem starfa innan Evrópusambandsins þurfi að gefa upp allar tekjur sínar til skatts og að styrkt verði refsilöggjöf varðandi aðstoð banka og annarra við skattaundanskot.
Við ættum að horfa til þess sem önnur lönd eru að gera í þessu sambandi og setja nýjar reglur sem tryggja að við fáum þær skatttekjur sem okkur ber og ég skora á hæstv. ráðherra að vera virkur í alþjóðlegu samstarfi málefnið. Þá tekur til máls að nýju hv. 2. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Katrín Jakobsdóttir. Frú forseti, ég vil þakka fyrir þessa umræðu og þakka hæstv. ráðherra fyrir þau svör sem hann gaf hér svo langt sem þau náðu. Og ég kalla eftir skýrari svörum. Hæstv. ráðherra segir það verður ráðist í frekari rannsóknir. Hverjar verða þær? Mun ráðherra sjálfur standa fyrir því að skipaður verði þá nýr starfshópur til þess að vinna frekar með þær spurningar sem lagðar eru fram í skýrslunni? Mun verða kallað eftir samráði við Alþingi og efnahags- og viðskiptanefnd vegna þessara rannsókna? Verður farið í ólíkar rannsóknir þannig að t.d. þunn eiginfjármögnun sem ég nefndi hér áðan verði skoðuð sérstaklega? Þetta viljum við fá að heyra frá hæstv. ráðherra. Hæstv. ráðherra segir hér að hans mat sé að innviðir stjórnkerfisins séu nægjanlega sterkir til að takast á við vandann. En eigi að síður kemur hér fram í skýrslunni þar sem farið utan nákvæmlega innviðina, þ.e. gögnin og skráninguna, að ekki liggi fyrir í raun og veru hvort að þessir innviðir séu nægjanlega sterkir. Það meiri sé að segir að sums staðar hafi þegar verið tekið á þessum málum en annars staðar sé það verkefni enn fyrir höndum. Við viljum fá upplýsingar það hvar þarf að bæta í innviðina, hversu mikið fjármagn þarf til þess, þannig að við getum svarað þessu með fullnægjandi hætti. Ég vil nefna það hér að annars staðar á Norðurlöndum, þrátt fyrir að norrænir bankar hafi boðið upp á sams konar þjónustu og innlendir bankar, þá var þróunin ekki með þessum hætti. Og stundum talar fólk hér á Íslandi, hv. þingmenn og stjórnmálamenn, að allt snúist þetta að lækka skatta, að við þurfum hér að vinna einhverja skattasamkeppni til þess að fjármagnið fari ekki úr landi. En berum okkur saman við Norðurlöndin, þar sem eru hærri skattar á fyrirtæki til að mynda, hærri skattar á einstaklinga, en samt gerist þetta ekki þar. Þannig að augljóslega er þetta ekki svarið við aflandsvæðingunni og það eru að minnsta kosti mikilvægar upplýsingar sem koma fram í þessari skýrslu og þá hljótum við að horfa til þess að við þurfum að gera betur í innviðunum. Hér hafa þegar verið gerðar nokkrar breytingar á löggjöf en auðvitað hljótum við að kalla eftir skýrri sýn það, þarf að gera frekari breytingar á löggjöf, hvaða innviði þarf að styrkja sem nefndir eru í skýrslunni og hvernig verður það fjármagnað, frú forseti. Þá tekur til máls öðru sinni og lýkur umræðunni hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra. Virðulegi herra forseti. Ég þakka fyrir þessa málefnalegu umræðu sem hefur verið hér í dag og fagna þeim áhuga sem hv. þingmenn hafa sýnt þessu mikilvæga og alvarlega máli. Jafnframt fagna ég þeim mörgu hugmyndum sem hafa komið fram. Ég mun svara á hlaupum þeim fyrirspurnum sem komu og ég get alveg tekið undir það hjá mörgum hv. þingmönnum að auðvitað voru mín svör tiltölulega þunn. Ég er bara ekki kominn lengra í þessu máli og ég þekki málaflokkinn ekki nægilega vel og þess vegna leita ég til sérfræðinga og undirstofnana til þess að kynna mér málið betur. En málið mun verða sett í forgang. Hv. þingmaður Smári McCarthy spyr opnun ársreikninga og fyrirtækjaskrár og hluthafaskrár. Ég tel að allar þessar skrár eigi að vera opnar og vil bæta því við að ég tel að það eigi að vera gagnsætt eignarhald þannig að það sé ekki bara sagt að það sé einhver félög sem eigi önnur félög, þá að koma fram hver endanlegi eigandi er. Hv. þingmaður Elsa Lára Arnardóttir ræðir hvort ekki við sé hægt að bæta samstarf milli Seðlabanka og skattyfirvalda og það má vissulega bæta og það er augljóst að við þurfum að fá betri upplýsingar frá Seðlabankanum. Ég hef ekki upplýsingar það hvort að menn hafa verið að flytja hér inn og út úr landi sömu peningana og gera sér þannig mat úr þeim hér á landi en það væri vissulega mikilvægt að hafa slíkt. Hv. þingmaður Rósa Björk Brynjólfsdóttir spyr beinar aðgerðir og ég get alveg sagt og viðurkennt það hér aftur að ég er ekki tilbúinn með mikið af beinum aðgerðum núna. Ég get hins vegar sagt að við getum reynt að ráðast gegn svarta hagkerfinu með því að til dæmis banna það að greiða laun í reiðufé
Við getum bætt samninga upplýsingaskipti og fjölgað þeim tvísköttum við önnur lönd. Ég tel að það eigi að gera ítarlegri rannsóknir eins og ýmsir spurðu hér um. Það er mikilvægt að skoða þessa tvísköttunarsamninga sem nefndir voru í skýrslunni og að það hafi verið misnotaðir. Það er auðvitað mjög mikilvægt að marka hér pólitíska stefnu, eigendastefnu ríkisins, og ég get alveg sagt það að þó ég hafi sagt að innviðir ríkisins væru sterkir, að þá má lengi gott bæta og ég held að sé mikilvægt að fjármálaráðherra styðji við það af alefli.